Ég er 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það er löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið um hann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn er spegill sálar þinnar. Ok. Gott að sjá þig. Sömuleiðis. Heyrðu, ég fór í sundið í morgun Já. og í klefanum þá var kona sem var svo sæt að segja vá hvað ég sæt nærfötum af því ég var í bleikum nærfötum. Aha. Og ég sagði við hana, þú veist að því ég las einhvers staðar að maður ætti að velja fallega liti næst sér. Skilurðu? Og að svart væri kannski ekki alltaf liturinn sem maður ætti að vera því það væri svona litur sem að felur og vendar og einhvern veginn svona, þú veist, möll vera ósýnilegur í. Heldur ætti maður svona að klæða sig í fallega liti næst sér og mér finnst þetta að hafa áhrif. Mér líður öðruvísi í bleikum. Þú hlýtur náttúrulega að byrja daginn öðruvísi af því að þú actually velur að fara í bleik nærföt og þú bara lögð af stað í annað ferðalag heldur en þegar ég fór ég er reyndar í appelsínugúlum í dag. Já, einmitt. Þú nefnilega átt líka svona lit í nærfötum og það er einhvern veginn meira gaman. Jafnvel þótt að enginn sjáu þau að vera í þeim. Þegar ég las þetta þá átti ég í nærfötaskúfunni ekkert nema þú veist 18.000 svartar nærbuxur og 18.000 svartar brjóstárhaldara. Þetta var svona eins og ég væri útfararstjóri sem ætti nærföt við alla mögulega hugsanlega og ómögulega dauða. Ég tók svona litabreitingu í lífi mínu þegar hrunið varð. Já. Þá allt í einu þegar hrunið varð og ég uppgötaði það að ég ætla ekki að halda heimilisbókhald og hefði ekkert upp á sig að reyna að ná stjórn á peningum eða einhverju. Af því þá er ég nýbúin að koma í gegnum þarna tímabilið, allir voru að eigna stóra bíl og ég bara skildi ekki hvernig þau fóru að þessu. Því ég vann og ég gat ekki séð hvar auka aurin átt að vera fyrir flottu bílunum. En var ekki allir bara að taka kaupleigubíla? Jú. Og ég bara fattaði það ekki. Já. Þú veist, ég skilði. Ég hélt þau ætti þetta. Ég hélt bara allir verið svo ríkir og getur keypt í 10 milljóna bíla. Já, og ég var í alvörunni, ég gefst upp, ég verð bara alltaf aumingi miðað við þessa jafnaldra mína sem eru að koma allt þetta fína dót. En hugsaði þrælahaldið sem maður er í með hugan. Já. Af hverju fer maður að spá í það að mann vanti eitthvað sem allir eru á? Það varð náttúrulega pingu crazy þarna, hvað fólki átti alltaf mikið og hvað allir gerðu íbúðuna sínar upp hratt. Bara gólfefni, eldhús, baðherbergi, allt áður og fluttir inn. Ég nefnilega var í Bandaríkjunum þegar hrunið átti sér stað. Já. En svo kem ég heim man ekki aðeins í kringum 2006 af því þegar ég var að gefa út bók. Já. Og þá voru einmitt allt í einu alls konar fólk sem ég þekkti og var bara svona venjulegt fólk eins og ég, svona venjuleg launþegar eins og ég. Þú veist, áttu orðið kannski 2 íbúðir eða íbúð og bústað og eitthvað svona. Þá einmitt upplifði ég líka, vá hvað allir eru orðnir rosalega ríkir eitthvað. En þá höfðu allir skuldsett sig svona ofboðslega. Já, og urðu svo rosalega reiðir þegar allt féll á þau og bara það er allt í lagi. Af því að þau voru plötuð. En einhvern veginn, þeir sem plötuðu þau, náðu aldrei að tala um mig. Vá, en merkilega. Ég fekk aldrei memóið. Ég fekk aldrei memóið að ég ætti að taka bara meira lán og kaupa bara alls og eiga meira og eitthvað svona, þú veist. Já. Nú verður gaman. Ég kom með svo marga sjóði. Ég er búin að safna mjög mikið til dæmis í guðbadssjóði minn. Ok, og ætlarðu að fara að endurfjármagna? Nei, ég er að safna. Ég þarf ekki að ég get endurfjármagna kannski til þess að fá mér betri bíl eða eitthvað svona, þú veist, því að það er kannski að uppdata hann. Ég ætla bara að benda þér að þú þarf kannski bara að fá þér nýjan sundból. Þú þarf kannski að endurfjármagna til að fá þér nýjan sundból. Þetta er svo rétt. Ég veit Minn það. er hrikalegur. Heyrðu, ég ætla að búa til sundból. Farðu mér í Íslandsbanka, ég mana þig og segðu, get ég endurfjármagnað vegna sem ég vantar nýjan sundból? Já, ég ætla að gera það. Íslandsbanki er best. Og ég var alveg dugleg að borgaði allt og fór í gegnum allt og bara, þú veist, alveg eins og þetta er, sko. En það sem gerðist þegar hrunið kom og ég og þetta var merkileg þessi vika þegar allt var að hrynja, ég vorum að æfa upp í leikhúsi og einhver kom og sagði
farið út, eru þið með lítið börn, farið út, hlaupa út í Bónus, kaupi bleiur, það er búið að snúa skipum við, og þetta var alveg rosalega fríkað að tilfinningin að það væri allar vörur sem var á leiðinu í Ísland, það væri búið að snúa skipum við, það kæmu aldrei aftur innflutta vörur til Íslands. Ég trúði þess alveg, hann sagði þetta. Og hvað fórst þú, og hvað? Ég bara hringdi í Nico, kaupa bleiur! Þú veist, en svo, þetta er merkilegu tími þegar þú settur í svona hugarástand, allt í það bara gerist eitthvað og við vorum náttúrulega bara engin vissi neitt og allt þetta. Ég man eftir að fara í sundlaugina út á Nesi sem er með svona fallegar grænar flísar og ég var í sturtu þar og það sem við gerðum við bara sóttum krakkana í skóla og leikskóla, leikskóla, þau voru bæði í leikskóla og fórum bara beint í sund af því að það var í rauninni besta leiðin til þess að taka ekki þátt í þessu álagi sem var í samfélaginu. Það var bara að sækja það á leikskólan og ekki fara heim og hlusta á eitthvað, heldur fara bara í sund og svo vorum við bara í sundi frá 4:30 til 7 þangað til við bara borðum kvöldmat. Við vorum bara í Neslauginni, okkur fannst hún góð þá. En ég man eftir að vera í sturtunni, horfa á grænu flísarnar og ég fékk svona eins og ég var í bíómynd og kemur svona tímavél og ég færi 20 ár fram í tíman og ég sá, já, það verða aldrei til peningar til þess að viðhalda þessari sundlaug svo hún sé falleg, þessar flísar eiga eftir að brotna allar, það verður ekkert viðhald, smátt og smátt verða bara molnar allt og ég var komin til Austur-Berlínar, af því ég var náttúrulega í Þýskalandi þarna þegar ég er 18 ára og munurinn á Vestur-Berlín og Austur-Berlín var viðhald á húsnæði. Þú veist, í Austur-Berlín var ekkert viðhald á neinu. Og það voru ennþá bara skotgöt í veggjum og ekki vissulega minningum hræðilega tíma, en líka því ég fór líka til Prag, þú veist þarna, 87, það var bara, allt var að það voru ekki til peningar til þess að viðhalda neinu. Þannig ég fekk svona Seltjarnarnes, allar flísar brotnar, allt að leka, eitthvað svona. Svo bara gerðist þetta ekki. Nei, einmitt. Þetta voru svo sterkar svona myndir inn í mér sem komu með þetta En þetta og veistu af hverju ég byrja að segja þetta? Af hverju? Af því ég fór að gangi í litum. Ég hætti að vera í svörtum. Já, það var það sem ég gat gert. Já, til að vinna á móti þyngslunum og myrkrinu. Já. Þetta er eins og svona þegar Stefán var sem veikastur og ég var svona í stöðu að ég bara, það var bara sko einhvern veginn, jörðin bara snerist á móti mér með fullum þunga. Skilurðu, það var bara mótlæti, erfiðar fréttir, þú veist bara. Og þá stóð ég stundum við eldhúsvaskinn og vaskaði réttsælis upp sama kaffibollan, bara til að búa til sko áfram hreyfingu, einhvern veginn bara í huganum og kerfinu mínu. Já, einmitt. Skilurðu, og ég gerði þetta ómeðvitað, en ég bara fattaði þetta allt í einu, ég var búin að standa kannski við vaskinn, bara í fleiri mínútur og ég fatt að, já, ég er að búa til ég er áfram motion af því að ég fæ ekkert á mig neitt nema mótlæti. Já, nema öfugan hring. Þá er ég að reyna að rétta hann af með því að gera eitthvað réttsælis og þetta virkaði. Ég trúi því. Þetta er svona hversdagsgaldur en það virkar. Steinar, þú varst að segja daginn að L'Oreal kremið sem þú notar, að það gerði þig svo afslappaða. En þú sagði mér líka að þú væri búin að nota það í 20 ár. Finnst þér ekki afslöpuð? Ég get ekki sagt að þú sétt búin að vera afslöpuð allir þessu 20 ár. Ég sá afslöpuð af því að kremin eru bara eins og personal trainer. Heldur manni stinnum og í formi og í lagi, þannig maður er alveg slakur. Já, þú meinar að maður þurfa að nota því svolítið tíma til þess að ná þessum árangur sem þú hefur náð. Algjörlega. Að því að maður getur látið eitthvað bara alveg buga sig og bara alveg að kafna. Og ef maður hefur ekkert í höndunum, engin tæki til að vinna neitt á móti því, þá er maður bara að kafna. Ég var nú svolítið svona kafni í gær. Heldur betur. Já, mér fannst ég bara vera, þú veist, einhvern veginn ekkert komast út, sko. Og það var ekki fyrir en ég svona sá einhverja leið, eitthvað ljós, ég get gert þetta, þá léttir á þessu erfiða inn í mér. Já. Skilurðu? Viltu deila? Vil ég deila þessu? Já, ég vil deila þessu. Ég var nefnilega líka sko í fyrradag, þá var ég og fyrir ykkur sem er að hlusta, við erum að tala
sár barnsins. Við erum vinkonurnar hérna, Já. 56 og bráðum 57 ára. Við erum svolítið eins og okkur sé hent onni hérna Báðum. Ofan í það að reyna að skilja sem sagt sárabarnið okkar. Já. Barnið sem að kannski fékk ekki alveg nógu mikið atlæti. Og þetta ekki, sko, í þessu felst ekki dómharka eða sko að maður sé að benda á eitthvað. Það bara þannig í lífinu að maður sem foreldri, maður hefur alveg fundið það algjörlega sjálfur, að maður ekkert í kapasiteti til að vera 100% að rækta það sem maður ætti helst að rækta 100% í börnunum sínum og sama á við foreldra manns. Þeir gátu rækta sumar hluti mjög vel í manni og aðra hluti voru þeir ekki eins flinkir í að rækta. Og við erum bara búin að vera að hugsa það, þú veist, að því að náttúrulega vera með trigger warning og það vantar svo gott orð fyrir íslensku, ég ætla að leggjast yfir það í dag. Já. En allavega, maður allt lífið að fást við það að eitthvað setur mann úr sambandi. Tekur mann úr sambandi, tekur mann úr jafnvægi. Já. Og maður bregst einhvern veginn við og svo sér maður eftir viðbragðinu að því það var kannski of stórt eða of mikið eða eitthvað, en eftir stendur að viðbragðið kom og maður réð ekki við það. Skilurðu? Og þá það oft einhvern veginn sárabarnið í manni sem maður bregst við, skilurðu? Og ég búin að reyna ýmislegt í sambandi við þetta. Maður bregst við sem sagt því þegar þeir sem í umhverfum manns verða í rauninni fyrir, þú veist, sárabarnið bregst við einhverju áreiti og aktar eitthvað út og varpar á annað fólk. Já, og varpar á annað fólk, annarkvort vanlíðan eða með árásargind eða einhverju slíku. Og flight, fright, freeze, formed, þetta F-4. Já, the four fucks. Já, the four fucks. Já, við getum kallað það. Já, the four fucks. Þetta bara svona, við erum bara svona frekar einfalt í sálfræðingu. Fight, flight, freeze og eitthvað foam. Það sko að lyfta þau sleikja og lyfta þau til þess að láta slíða vel. Ok, það var eitthvað foam. Byrja á F, allavega four fucks. The four fucks. Já. Og ég búin að vera, og þú líka, voðalega duglegar að annast þessar vannræktu hliðar í okkur, sem svona kannski í uppeldi voru vannræktar. Og ég búin að vera rosalega dugleg við að passa upp á þessa litlu steinu í mér sem þú veist, sárfúl, reið, ekki séð, móðguð, bli, allt þetta. Og ég hef alveg reynt að annast hana vel og hugsa hana og allt þetta. En í gær var þetta orðið þannig eins og ég sagði við þig, mér langaði bara að kyrkja þetta litla, Þetta særðabarn inn í þér, langar bara, get ekki. Ég nenn ekki að hlúa meira að því, get ekki bara drekkt því, hirta eða bara hendi út á götu, skilurðu? Já, skilurðu? Af því ég orðin svo pirruð á því, 56 ára gömul. Að það sé alltaf að mæta aftur og aftur. Já, að þetta... Og eins og við minni og minni, hérna eins og, eins og núansarnir verði minni og minni. Já, ef þetta verði tíkalera, smerra, einhvern veginn og einhvern veginn svona fínlegra og svona einhvern veginn óþægilegra, sko. Já, en þú varst líka dálítið í þessu í gær. Já. En svo, þú veist, var ég hérna því ég triggeraðist pildi í gærmorgun og ég var svo leið á því, skilur. Ég fór ekki það að kenna neinum Nei. Og ég tók ábyrgð á því og ég sagði bara þetta gerðist inn í mér og mér leið svona fyrir vikið og þú veist, sagði við viðkomandi, það var ekkert sem þú gerðir rangt eða neitt en ég upplifði það að ég hefði ekki rými til þess að sinna því sem ég þarf að sinna og því væri ekki mætt af skilningi, skilurðu. En það sem ég fattaði þegar ég sko lá hérna í rúminu, ég gat hvorki lesið bók, hort á bíómynd eða gert nokkuð annað. Ég var bara í svona trigger vanlíðan, bara svona En allavega þar sem ég lá, þá bara, þú veist, ég bara í alvöru, ég bara bað, bara please, getið fengið aðstoð með þennan fucking sársauka. Þú veist, það lítur að vera eitthvað sem ég get gert sjálf. Og þá kom bara, fekk ég bara eins og vitrundóra. Það var bara allt sem að þig skorti sjálfa sem barn þarf þú að æfa þig í að gefa öðrum. Já.
til að þú svo lærir. Já, vegna þess að allt sem við gefum öðrum, það erum við líka að gefa okkur sjálfum. Já, en líka þetta, af því að líka þetta að ef þér var ekki gefið það, þá kanntu það ekki. Nei, þá kann maður það ekki eins vel. Já. Jú, við kunnum það svolítið því við sjáum það í kringum okkur. Við sjáum þegar að fólk býr yfir eiginleikum sem maður hugsa, vá hvað hún er góð í þessu, skiluðu. Þá hefur við komandi fengið aðstæður til þess að þroska eitthvað mjög fallega í sér. Og maður getur borið kennslu á það í öðrum og maður getur byrjað að tileinka sér það, en kannski ekki alveg til fulls. Já. Af því að maður hefur ekki upplifunina að því sjálfur. En þá er þetta með eins og með bara alla vöðva í skrokkinu, maður þarf að byrja að æfa þetta. Ef að mér var sýnd mikil ónærgætni, skilurðu, þá gerir það verkum að ég er ekki mjög flink sjálf í að sýna nærgætni, skilurðu, af því ég kann það ekki. Þá þarf ég að byrja að æfa mig í því. Ef að var ekki hlustað á einhvern sem barn, þá á hann erfitt með að hlusta á aðra, raunverulega. Og þetta snýst ekki að fara í eitthvað svona performative mode, nú ætla ég að vera rosa góður hlustandi, nú ætla ég að sýna rosa mikla hlýju. Heldur raunverulega að... Hvað er hlýjan? Já, þú veist, hvernig sýni ég hlýju? Sýni ég hlýju ekki bara með því að vera að segja við einhvern að hann sé rosa góður eða eitthvað svona. Kannski sýni ég bara hlýju með því að vera bara. Og gera ekkert annað. Til dæmis þegar einhverjum líður illa eða eitthvað, þá er það kannski bara að sýna hlýju að vera, en ekki að fara að fixa eða koma með góð ráð eða segja ég skildi það svona. Já, leysa það til þess að komast út úr aðstæðunum og getum við hægt að hafa þetta óþægilega mál hér á borðinu. Nákvæmlega. Og ég áttaði mig á því að ég sjálf í þessum aðstæðum sem ég hefði í gær, ég hefði sjálf getað sýnt viðkomandi meiri nærgætni og ég hefði getað spurt einfaldara spurningar, er í lagi að gera þetta og þetta áður en við gerum þetta, og þá hefði viðkomandi fengið ráðrúm til þess að bregðast við og segja já, það er ekkert mál, eða mér þetta væntum að við biðjum að þú biðir aðeins við þetta. Þá hefði ég sýnt nærgætni, skilur. Já. Sko, mér finnst mjög merkilegt að þú segir þetta, því að ég var vaknaði í gær morgun og og fór ofan í holu Særðabarsins. Var þetta borhola 8? Það var borhola 1. Borhola 1. Þetta var sko Ég er líka borhola 1. búin að vera í borhola 1 alla vikuna, ég þoli þetta Alveg búin að vera í borhola 1. Já. Í 3 vikur, alltaf öðru hvort ég dett ofan í hann og aftur. Já, ég er bara að vera í endurtekki líka. Já, alveg síðan þarna mánaðamótin, eitthvað svona cirka annan. Finnst þér ekki makalegt að maður er settur á skólabekk? Já, bara í borhola 1. Og ég er ekki búin að ná henni, þú veist, kannski en alltaf eitthvað, það kemur einhver lærdómur í hvert skipti sem ég kem alltaf með einhvern lærdóm upp úr henni. Þú veist, ég er heldur ekki fullnema Dóra. Ég fekk bara samt sem áður einhver tæki í hendurnar. Já, og ég ætla að segja að þú fannst tæki og ég var það bara alveg svona þung, eitthvað svona, og ég var svo heppin að því það er maður sem heitir Andreas sem er í Þýskalandi og ég er á einhverju námskeiði hjá honum einu sinni í mánuði og eitthvað svona bara, ég veit ekkert hvað þetta er, ég veit ekkert af hverju ég er á svo námskeiði, en af einhverjum ástæðum þá langar mig að vera á því og það er fólk alla Evrópu að tala þú veist, að undirbúa okkur fyrir hérna 9 tíma í heiminum, whatever. Hann er sem sagt Family Constellation-gaur og ég átti enga tíma í honum, alveg 2 klukkutíma. Wow. Þannig að ég gat farið eftir að vera búin að vera svona þung og vera þarna í hólinu og bara ekki skilja hvernig ég ætti, og þetta sama ég var að tala um þetta með hvernig ég tek svona yfir rýmið, fylli rýmið af sjálfri mér, þannig að það er ekki þannig að ég heyri ekki í þeim sem er í kringum mig. Og það er þessi duglega 22 ára einstæða móðirin sem var bara reddaði öllu og það var svo gaman hjá henni og hún þurfti ekki neitt tilbaka eða neitt svoleiðis, en hún er svo öflug að hún tekur ekki til nein í kringu sig, því að sem einstæð móðir, ég þarf aldrei að spurja barnið hvað það vill, ég þarf ekki að spurja einu eða neinu, ég bara keyri áfram, skilurðu. Það er hún, 22 ára. Og það er náttúrulega aðtak yfir rými, þá hefur þú sennilega kannski skort það að fá einhverja hlustun. Þannig að þá fer maður líka í ekstrímið, sko. Já, allavega, ég hef enga hlustun þegar ég er í þessu og ég er ekki alveg búin að skoða hvar ég lærði þetta. Ég lærði þetta ekki af mömmu minni því að hún tekur ekki yfir rýmið, sko. Nei. En ég hugsanlega af pappa mínum hef ég lært þetta að taka rýmið. Ertu ekki að meina það? Já, nei, ég er að spá í, það getur verið að einhver partur af þér hafi ekki fengið hlustun í uppeldinu.
Já, ég meina það. Já, einhver partur af þér. Já, þessi hérna kannski, hugsanlega, þessi hérna... Já, skilur veist, já. Því var ekki mætt með þolinmæði. Já. Skilur ég bara spá í það, skilur Já. Allavega en á bakvið þennan 22 ára part, þá var hinn parturinn, þetta er það sem ég fann út úr þennan daginn, þessi 7 ára, sem að er bara ofsalega hissa yfir því sem hefur komið fyrir hana og bara skilur ekki heiminn og hún bara botnar ekkert í því af hverju heimurinn er að gera það sem hann er að gera. Hún er bara alveg hissa. Allavega, við vinnum eitthvað með þetta, ég og Andreas og þetta er 2 tíma sesjón, þú veist, og ég er alveg að sitja inn í allt og ég byrjaði svo hátt upp, ég var bara þegar sesjónin byrjaði og hann sagði bara, vá, hérna, ég held að við ættum að reyna að tengjast líkamanum aðeins betur. Ókei, förum að anda. Nei, ég meina, sko, af hverju er fólk ekki kennt að nota andadráttinn frá því að það fæðist? Heyriði suðið. Ég semst í Icelandair-flugvél á leiðinni til útlanda. Líður mér vel? Já, mjög vel. Af hverju? Af því ég er búin að fá vatn að drekka. Icelandair, hinn tæra lind háloftanna. Ok, þannig að við byrjum á því að anda. Og ég bara veit strax, já, einmitt, ok, anda. Og þá fer ég rólega að segja honum frá hlutum og fer í gegnum allskyns og svona þetta gerist þarna og þetta triggerar þetta og þetta. Þarna er ég ekki séð, þarna finnst mér að vera að reyna að minnka mig og allskyns svona. Við svo sem fórum í þetta í gegnum í síðasta þætti allt þetta, en það sem að gerist hjá honum í lokin þegar hann var búinn að róa mig og svona þú veist, ég fann að ég var tilbúin að biðja viðkomandi sem ég tek rýmið af afsökunar ekki á gjörðum mínum, heldur afsökunar á því að hafa eða ekki biðja afsökunar, heldur segja mér þykir leitt að það sem við erum búin að vera að gangi í gegnum sé að gerast. Það er leiðilegt. Mér þykir það leitt. Og það þýðir ekki að ég eigi að vera einhvern veginn öðruvísi eða þetta muni aldrei gerast aftur af því að ég veit að þetta á örugglega eftir að gerast aftur því að þetta er svo djúpt í kerfunum mínum en ég er alltaf með einhvers svona meðvitund. Það sem hann sagði bara, heyrðu, áður við klárum þá langar mig að þú kallir inn hvað þessir partar í þér þurfa og ég fekk bara strax mjög skýrar myndir. Þessi 22 ára hún þarf hún þarf bamba, hún sem bara, heyrðu, hún á að fá ungviði við hliðina á sér sem sagt bambadýr, hvað heitir það? Bamba, já, dádýr. Og ég skildi, já, af því að þú ert með svona, og dádýrin eru svo viðkvæm, þau eru með svo opið taugakerfi og þegar maður í Animal Spirit spilunum mínum, þá er dádýrið bara heyrir í öllum tilfinningum og er með svona tilfinningaskala þú veist alveg upp á 170, þú veist. Og ég sagði, já, ef ég er með spirit animal með mér sem er lítill Bambi, þá er hann að kenna mér að hlusta betur á alla sem er í kringum mig. Þetta er sama og þú veist að segja á hann. Þetta með að gera ráð fyrir viðkvæmninni. Já, og það er líka það bara svona generalt að því að börn eru ekki, að því að þau eru ómótuð, þá býr allt tilfinningarófið í þeim, skilurðu, og þau eru viðkvæmari heldur en við höldum. Já, og þá kannski á þetta dádýr líka að vekja það í mér sem að ég einhvers stað kannski fór að fela. Af því það var bara of mikið í gangi, sko. Já, og þú þarft kannski að æfa með þér, meiri blíðu. Já, og sjá þennan, og ég sé alveg dádýr. Og meiri nærgætni, og meiri hægð. Við alla. Við alla. Og vá hvað ég held að börnin mín tengi við þetta. Að ég mætti oft hafa fleiri dádýr svona í kringum. Já, eða ég, skilur við. En Dóra, það er stórkostlegt að við séum að skoða þetta. Já, það er... Vegna þess að, sko, þú veist, mér finnst þetta vera eins og við séum öll hljóðfæri. Vitið það, ég hef alveg svo mikið af hljóðfæraleikurum í fjölskyldunum, þess að þetta er mjög hljóðfæri. Það sjálfsögðu. Nei, við erum hljóðfæri með ógeðslega marga strengi
og strengirnir eru háir og svo eru þeir lágir. Og það, þú veist, það eru, hvað ég að segja, andstæðurnar á sitthvorum endanum, skilurðu. Og þú veist, ef við erum að gera of mikið af einhverju, það getur verið einbirtingarmynd á því sem okkur skorti, eða við gerum of lítið af því. Það getur brugðið til beggja vona. Já, einmitt. Það getur brugðið til beggja vona, skilurðu. Það bara afleikið, þú færð högg og slæst pendulliðin til hægri eða vinstri. Já, ferðu í þögnina, eða ferðu þú veist, í það ekstríma, skilurðu. Og ef að ákveðnir þættir hafa ekki einhvern veginn kannski þroskast alveg nógu vel, vegna þess að einhverju hefur ekki verið fullnægt nógu vel, þá eru það hliðarnar sem að við höfum tækifæri sem fullorðið fólk til þess að þroska í okkur og við æfum okkur á öðru fólki. Að gefa öðru fólki það sem við fengum ekki. Við æfum okkur þannig, þó það sé okkur ekki eðlislega, þó við kunnum það ekki alveg. En ég verð að segja, þú veist, þetta var mjög erfitt fyrir mig. Þetta var ekki svona, hér er Bambi. Þú veist, þetta var alveg 2 tíma sesjón með þessum manni að sætta mig við það að ég mætti hægja á mér. Að ég mætti róa mig og setja betur ofan í líkamann og að ég þurfi ekki að píka og taka við rýmið þó ég sé að fá stórkostlega hugmynd. Ég má láta hana fara í gegnum upp og niður tilfinningarnar mínar. Já, en það er eitthvað sem eða hringi þig, þú veist. Þú getur líka hringt í mig, en það sem ég sensa líka er það að þegar þú verður mjög innblásinn, skilurðu, og verður mjög hröð, þá kannski hefur áhyggjur af því að þú hafir ekki nógu mikinn tíma til að segja frá þessu. Að það sé ekki, að þú hafir ekki nógu, að það sé engin container sem er til í að þessna þurfur að vera svona, leggja svona mikla áherslu á og vera svona hröð og koma svona miklu af því þú ert hrædd það að tíminn sem þú fáir sem einhver hlusta á þig sé bara svo af skornum skammti. Heyrðu, ég hef aldrei spáð þetta, en þetta er nákvæmlega svona. Einhvern tímann hefurðu upplifað það? Ég á 3 eldri bræður, geturðu ímyndað hvernig matarborðin voru heima hjá mér, Já, ég meina, þú fékkst aldrei pláss til að tala. Eða kannski minna, þú veist, ég veit ekki. Ég held að ég hafi talað lítið um matarborðið. Ég skal spyrja þá að þessu hvort ég hafi einhvern tímann talað um matarborðið. Mér fannst ég aðalega vera að observa það sem þeir voru að segja. Ég held að þetta sé alltaf spegill. Ég held að það hvernig við öktum út, við erum alltaf að spegla það sem okkur skorti. Já. Skilurðu? Já. Ég man eftir því þegar þau hlustuðu í fyrsta skipti á mig með matarborðið og ég hugsaði, ég var 17 ára og ég hugsaði, þeim finnst ég skemmtileg. Þetta var uppkvæmlega því ég er 27 ára, ég aldrei spáði þetta. Litla 7 ára, hún vildi sæng og kotta. Og ekki til að fara að sofa, heldur fór hún inn í svona helli. Og bara ógeðslega kósí og svona með púða á bakvið og svona með sæng og með ógeðslega mikið af bókum og svona grúski og hún veit bara sitja þar í friði að grúska og græja og lita og þú veist og sitja í samhengi og skoða og láta hluti. Hún er svona algjör einveru típa og mamma hefur sagt það þegar ég var lítil þá hafði ég alveg ofboðslega getu til að dunda sko. Ég hugsa að það element sko hafi Og svo hefur lífið bannað þér að dunda því að bara vinna börn og svo framvegis. Þú þarft aftur að fara að gefa þér tíma í dundi. En þú ert nú byrjuð á því. Jeps, ég veit það. Þú ert byrjuð á því, þú ert byrjuð á grúskinu og dundinu og oft þegar ég hringi því þá segir ég ætla bara að vera upp í bústað, að gera human design og kannski lita í litabókina mína og svona. Já, og þú veist, ég er að verða betri í þessu líka, að gefa mér þetta. Mér finnst rosalega gaman að vera bara að eiga dag fyrir mig og geta verið bara grúsk í því sem ég langar og það getur verið eitthvað sem ég langar að skoða eitthvað í pólitík eða eitthvað heimsmálin eða whatever it is en næðið mitt það sé ekki verið að rífa mig út úr því og þetta er tvisturinn í okkur í 2-4 þarna í human designinu við erum hermits, við erum hellisbúar við verðum að rækta, við verðum að fara inn í hellin sko. Já, og hlúa að okkur sko. Heyrðu, en ég ætla aðeins að biðja þig að kíkja á kortið mitt. Oh my god, já, ok. Ég var nefnilega að spá í, af því að þetta er svo miklar fluctuations hérna. Nú er ég með kortið mitt hérna. Ég veit ekki hversu góð, af því að nú veit ég að þú ert farin að lesa svona fyrir fólk og fyrirgeðu. Ég bara
heyri það að fólk mjög hrifið af því. Óboðslega. Veistu það að fólk svo hrifið af því, Dóra? Og ég veit samt að... Svo ég líka búin að finna með kennara hérna á Íslandi. Ég veit það, og sem náttúrulega... Sem alveg geggjaður. Sem alveg stórkostlegt. Þeir sem eru eitthvað lagðir af stað og vita að ég kann ekkert meira en þið, ég get bent ykkur á geggjaðan kennara sem að býra á Íslandi. Já, en Dóra, Já. Fyrirgeðu, þú mátt alveg eiga það sem þú átt. Já, já, já. Sko, til dæmis að því bara, við byrjum að skoða þetta á svipuðum tíma, þú hefur tekið langt fram úr mér vegna þess að þú ert búin að ástunda það. Já. Og það er ekkert fyrir mig til að öfundast út í, það er bara, þú hefur lagt orku í að ástunda eitthvað og þú eðlilega hefur uppskorið. Þess vegna er ég ekki neitt í samkeppni við þig eða öfundaði ekkert að því, bara ég veit bara ef að mig langar til að komast þangað sem þú ert, þá þarf ég bara að ástunda þetta betur. Já. En mér, ef ég að segja alveg svo þá finnst mér ofsalega gott að ég gera bara. Að þú gerir það fyrir mig. Það er nefnilega til dæmis að því að þú ert bæðið með opna krónu og opið þriðja auga, þannig að þú hefur í rauninni ekki þörf fyrir að halda á vitneskjunum human design svona dagstælega. Nei. Ég er með defined þriðja auga hjá mér, þannig að ég er með innbyggðan bókaskáp í mér, þar sem ég er að raða öllum þessum kerfum sem ég hef áhuga á. Þú hefur gaman að vera innblásin af því, svo labbar út úr herberginu og þú skilur kerfin eftir. Já, já. Þú þarft ekki á þeim að halda. Og ef að þú ert komið einhverja rosalega kenningu lífið og hvernig hlutindin eru og hvernig allt virkar eitthvað svona og ef komið rosalega kerfi þá ertu alltaf að hugsa býtu hvaðan fékk ég þetta kerfi, á ég þetta sjálf, er þetta bara hugsun sem ég er að pikka upp frá einhverjum öðrum af því þú þarft ekki á því að halda. Skilur hvað ég á við? Já, nú man ég hvað ég ætlaði að segja þegar þú varst að segja mig hvað þið gerðið í hruninu þinn Nikkó og þið völduð að vera alla eftirmiddagana í sundi. Þetta er frábært dæmi það. Hvernig maður getur valið það að vera sinnar gæfusmiður. Því þetta, hver er sinnar gæfusmiður? Ég er alveg viss um að þetta er bara alveg heilagur sannleikur. Þarna búið þið í kaotískum heimi, þar sem þið getið valið að vera inn í, þetta er allt svo erfitt og allt er að fara til fjandans og en þið eru með heiminn hérna og þið ákveða að loka ákveðnum hluta heiminum og fara ykkur þar sem sá heimur er ekki til dæmis eins og í sundi með börnunum ykkur. Þar eru þið að varðveita ykkur, þið eru að vernda ykkur, vernda börnin ykkar, vernda eigin hugarró, skilurðu? Og þetta er rosalega, þannig eru þið að gefa ykkur rosalega gjöf, vegna þess að hitt hefði bara tætt ykkur, gert það verkum að þið hefði verið óþolinmóðir við börnin, pirringurinn meira á milli ykkar, af því að external stress býr til internal stress í manni, skilurðu? En við vorum svolítið duglega með þetta líka, sko, af því að ég er aldrei með tölvur í vinnunni, í leikhúsinu er maður bara á fæti, maður heldur á handrit og maður er ekki, og símar voru náttúrulega á þeim tíma ekki snjallsímar, heldur bara svona eitthvað Nokia eitthvað. Það var eitt af því sem við þurftum að taka ákvörðun að aldrei að opna tölvur eftir að krakkarnir kæmu heim þarna eftir leikskóla. Þó ég ætti eftir að svara allir mínum póstum og svona. Ég varð að gera það bara þegar þau voru farin að sofa. En maður býr til svona leikreglur heima hjá sér. Þessu var ég ekki nógu góð í. Nei. Nei, skilurðu, ég var að láta vinnuna trufla of mikið. Já, af því að þú varst að vinna heima. En þau voru líka heima eins og þau vorst út í Ameríku. Ég veit það, en þú veist, ég var ekki... Ég gaf mér sjálfri ekki griðinn og þar af leiðandi bjó ég ekki til almennilegt space fyrir aðra heldur. Skilur, þá er maður eiginlega dysfunctional á báðum vígstöðum. Bæði gagnvart sér og gagnvart vinnunni og gagnvart sínum nánustu. Maður er umverulega hvergi góður á neinum vígstöðum og það býr til rosalega vanlíðan og frústrasjón. Herðu, ég ætlaði að biðja að kíkja á transitin. Já, sjá hvað er að gerast. Já, sjá hvað er að gerast, það því að mér er eitthvað svo flippað sem er í gangi. Já. Dóra, sjáðu. Já. Hvað? Sjáðu. Já, sjáðu. Langflottasta gleraugnabúðin. Já. Sko, fyrir ykkur sem sjáu ekki neitt og viti ekki neitt, hún Steina er bara með 2 center, það er sem sagt 9 orkustöðvar í Human Design og hún er bara með 2 þeirra sem sagt í lit sem þýðir að það sé stöðug orka í þeim. Það er viljinn hennar og tjáningin hennar. Þannig að beint úr viljanum, Steina veit oft ekki hvað hún vill fyrir hún heyrir sig segja það. Þannig að því meira sem hún talar, því betra, því meira veit hún sjálfa sig. Já.
hitt allt opið hjá henni og ef hún að lifa í hinum kerfunum sem rótin, krónan, þriðja augað, solarplexus, seikralið og splínið eða sem náttúrugreindin, það hún oft að pikka bara upp frá öðru fólki í kringu sig og hún getur orðið enn öflugri, einhverju órólegri í rýminu og Steina verður órólegri. Af því hún amplifæjar tilfinningar annara eða hún amplifæjar einhver váir í samfélaginu og Steina finnur sterkar fyrir vánni í samfélaginu með náttúrugreindinni sinni heldur en við hin. Einhver að hugsa einhver ekstrím hugsanir og Steina tekur það enn lengra, getur verið svoleiðis. Og hún með opna rót, eins og ég líka, þannig að einhver á óunni verkefni eða þá upplifir að fólk að sé rosalega pressum á klárir ákveðin verkefni og gerir hluti og bara þannig að við getum orðið eins og þarna upp í Listaháskóla, ég komst aldrei út fyrir korter yfir 6 þegar allir voru farnir úr byggingunni. Allavega. En að því þú tók svo rosalega ábyrgð. Já, tók svo mikla ábyrgð. Á öllu. Á öllu. En ef ég hefði farið, þá hefði ábyrgðin farið, af því að þá hefði verið komin út úr orku allar sem voru í byggingunni með mér. Já, ég skil þig. Heyrðu, en þetta eru transitin. Transitin sem sagt það sem að fara í gegnum mann á hverjum tíma. Já, og núna sem sagt á þessum degi þá ert þú með þannig transit að þú ert ekki bara með viljan og hálfstöðuna defined eins og venjulega, heldur ertu líka með sjálfið þitt defined, seikralið þitt defined sem orkan sem keyrir þig áfram, þú ert með rótina þína líka defined og þú ert með solar plexus defined, sem sagt tilfinningarnar. Þannig að þú ert í mjög góðum tengslum við sjálfa þig og allir þessir partar tengja saman, þannig að þú ættir að, nei, grunnurinn þinn tengir saman en hinn viðbótin sér, þannig að þú getur verið annars vegar í eðlinu þínu sem viljinn þrótt, þú veist það það sem þú þekkir af þér, en þú ert með 4 defined annar staðar, tengt framkvæmda orkunninni, tilfinningum og kveikjunni til að hleypa hlutum í framkvæmt. Það annað og þú ert nú strax búin að fá brú, þegar þú situr með mér þá upplifir þið heila að því ég gef þér brýr á milli en þú ert í rosalegum pælingum og skilningi með tilfinningarnar innra með þig núna. Já, ekkert smá. Já, og þú ert til í að gera þær breytingar sem þarf að gera til þess að ná árangri. Þú ert líka að hugsa drauma, það aktíft í þig núna að finna bara já, í Dream World þá væri hlutinni svona og þú ert með tengsl milli að hafa rútínu eða reyna að gera hluti, nú ættirðu jafnvel að vera að búa til eins og svona rútínu með bænir eða ritual eða eitthvað svona, þú veist, að vinna í hringjum, það myndi henta þér að búa til svona hringhreyfingar í hlutum og eða bara stundaskrá eitthvað þar sem ég held eitthvað fyrir mig. Já, jú, þú veist að setja það í einhvers svona flæði. Já, setja það á dagskrá. Já, og þú ert með tengingu núna, þú ert með eitt hangandi geit sjálf en þú fær tenginguna á móti núna, að þú gætir klárað verkefni. Eitthvað sem þú veist þú verður að klára, núna hefur aðgang að seikralinu þínu eða orkunni þínu til þess að klára verkefnin sem í gangi núna. Ég ætlaði að spyrja þig út í þessi gate eða leiðirnar. Já. Þú veist, það nefnilega, ég var að reyna að skilja þetta gate 52 sem núna hjá mér og ég á 4 daga eftir því. Já. Hvað það? Ég þarf að sjá það, já, hérna. Gate 52, það kemur úr rótinni þinni og þegar það opið eða hangir, þá vantar það einhvern á móti sér til þess að gefa sér fókus. Það kemur svona eins og, það eitthvað sem þarf að gera, og þú nærð ekki að kveikja að því að rótin eins og adrenalín, þar erum við svona, ok, nú tökum við til í herberginu, keyrum norður, kaupum flugmiðana, við störtum verkefninu með þrýstingnum úr rótinni og þarna stífla í það það kemur hleðsla og þú getur haldið í rosalega lengi í þér þangað til allt í einu færðu getuna til þess að starta því. Þannig að það svona óboðslegur þrýstingur þarna núna. Já, hann ekki í rótinni, hann nefnilega hérna í brjóstunni þessi þrýstingur. Já, ok. Þannig að kannski þarf ég bara að tala rosalega mikið við sjálfa mig. Já, ég hugsa það. Já. Af því að þannig finnur þú betur. Ég hef aldrei leyft mér að tala við sjálfa mig. Vegna þess að það var fullt af fólki í fjölskyldunni sem var alltaf að tala upp á þau sjálf sig og það fór rosalega í töðunar á mig þegar ég var lítil. Kannski þess vegna sem ég leyfi mér ekki að tala upp á þau sjálf mig. Já. Skilur Já, gerðu það ekki? Ertu ekki svona heima hjá þér og talar upp á? Nei, ég geri það ekki. Og ég meiri þess að til dæmis,
eins og nei, til dæmis bara eins og þegar ég að læra texta fyrir leikhúsið. Já. Læra hann í hljóði? Ég læra hann í hljóði. Guð mig góð, veist hvað ég þarf að gera? Ég læra hann í hljóði, eða ég allavega passa það að ég sé ekki, helst ekki að bögga heimilisfólkið á því, nema þegar ég bið að mér sé hlýtt yfir, annars ég ein með það. Ég gæti ekki lært texta þannig. Ég þarf með þess að ég var að læra texta daginn fyrir að gera eitthvað self-tape og þá fer ég inn í herbergi en ég þarf að negla hann inn í skrokkinn og ég þarf að stappa í gólfið og ég þarf að komast úr. Ég geri það ef ég ein heima, en ég geri það ekki innan aðra. Nei, ég skil það nú alveg að maður gera ekki inn annað, það óþolandi. Það óþolandi, já. En það eins og ég á saxafón og ég hef kannski 2 sinnum spilað á saxafónin heima hjá mér í því húsi sem ég bý í núna að það eru 3 aðrar íbúðir í því. En þetta alveg svona hindrun hjá mér með það sko. Þess vegna fór ég þarna niður í flautuna því það heyrist ekki eins mikið í henni. Ég er búin að gefast upp á flautunni. Er það? Já, bambusþverflautunni. Hún er fyrir kallmannshendur og þetta er bara rugl. Ég er búin að æfa mig svo mikið á hana, ég þarf aðra flautu. Þú þarft aðra flautu sem bara hentar þér betur. Já, ég er búin að leggja svo mikla vinnu Má ég segja hvað málsháttur inniber þetta? Hvað? Sníða sér stakk eftir vexti. Nákvæmlega. Og veistu hvað hann komst að ég er með bók? Speki Konfúsíus, er það þessi hérna fyrir aftan okkur? Nei, sko þetta er Konfúsíus sem var hérna Kínverji, en hérna þessi sem er fyrir aftan mig, ég kalla hann Confucius. Já. Af því að mér finnst hann vera minn guð, af því ég er svo oft confused, en ekki alveg viss. Já. Þannig að hann er eiginlega minn leiðtogi, Confucius. Já. Hérna á þessu veggteppi sem sést hérna fyrir aftan mig fyrir þá sem sjá og horfa á YouTube. Já. Þar er sem sagt Confucius. Já. En Confucius. Confucius var kínverskur spekingur. Já. Ekki veit ég hvar við höfum að stíga niður í þetta. Meistarinn sagði, hvað varðar bóklegar menntir, það á nú við podcastið. Meistarinn sagði, hvað varðar bóklegar menntir, stenst ég nokkurn veginn samanburð við aðra menn. En mér hefur enn ekki tekist að koma fram sem hefðarmaður í einu og öllu. Meistarinn sagði, hvernig gæti ég gerst svo djarfur að þykja stýrlingur eða góðmenni? En það má segja sem svo að ég þreytist aldrei á námi og verði aldrei uppgefin á að leiðbeina öðrum. Gong Xi Hua sagði, það er einmitt þetta sem við nemendur þínir erum ekki færir að læra. Já. Sko, það er náttúrulega ákveðnir hlutir sem þú lærir samt ekki í bókum. Já. Sko, þú getur lesið og lesið og lesið og lesið, en það bráðnar ekki inn í þig og verður geta þín þó þú lærir það utan bókar. Þú þarft einhvern veginn að, ef þú vilt nema eitthvað á bókum, þá þarft að byrja að praktísera það sjálfur. Þetta er sami hlutur en við vorum að tala um. Þú veist, maður getur skilið eitthvað með heilanum, en svo þarf maður að gera það til þess að það geti orðið hluti af manni. Skilurðu, maður þarf að sannreyna, þú veist, þú lærir einhverja kenningu, svo berð hana fram, skilurðu, og ef hún er ekki að fá neitt hljómgrunn, þá þarftu að velta því fyrir því, hvernig er ég að setja það fram? Já. Þú veist, hver er framsetningin mín? Framsetningin verður að vera þannig að ég skilja hana alveg sjálf. Já, annars get ég ekki skýrt hana út fyrir öðrum. Er þetta ekki dálítið það? Jú, og þess vegna segir nemandi það er einmitt það sem við getum, þau get ekki lært það, þau verða nefnilega að skilja fyrir sig. Skilja fyrir sig, sko. Já. Þannig að þau get ekki lært það af honum, heldur þurfa það alltaf að taka hringinn að skilja fyrir sig. Já, þess vegna, þú veist, er ég til mig svo á móti, utanabókarlærdómi, til dæmis í skólum, að krakkar sé að læra eitthvað utana á þess að skilja það, sem að allt og oft gerist. Vegna þess að það er bara með skilningnum þar sem að raunverulegt nám hefur farið fram, skilurðu. Og skilningurinn fæst ekki þótt þú lærir eitthvað utanbókar, eða þú skilur ekkert í því, sko. Nei. Heyrðu, en er ekki... Þátturinn er bara búinn, sko. Já. Guð minn góður, og hér er barnar hringi mér, ég ætla að svara því í þættinum. Hæ, ásti mín, ég er að svara þér og við erum í upptöku við Dóra. Þú ert ekki á speaker, en hæ. Hverju erum við að henda? Við erum að henda Confucius. Speki. Já, spekingnum. Við erum ekki alveg búin að ákveða. Má ekki bara hringi þér smástund, ásti mín? Ok, elskan. Já, ég skilja því. Bye. Heyrðu, þú fékkst bestu kveðju frá elstu minni. Já, geggja. Heyrðu,
Viltu finna Þú svo góð spurning hjá henni. Hverju eru þið að henda? Já. Herru, tjekka þá hérna. Finna eitthvað eitt. Ég ætla að finna eitthvað eitt hérna frá honum Confuciusi. Confucius, ég er ekki að... Þér verður ekki hent. Þér verður ekki hent. Þú verður áfram minn andlegi leiðtogi en það finnst mér gaman að lifa in chaos af því heimurinn er chaos. Já. Ok, og ég ætla að opna bókina hér. Maður sem ekki stendur við orð sín er kjölfestulaus og hrökklast þangað sem vindurinn blæs honum. Hann er ónýtur til allra verka og tilgangslaust að gefa honum leiðbeiningar því hann er eins og vagn sem alla festingu vantar í. Og ekki er hægt að aka áfram hversu góður sem vegurinn er. Confucius telur það jafnvel álitamál hvort slíkur maður geti talist maður. Já, mér finnst þekkja svo margar samt sem eru svoleiðis. Eða, nei, ekki lengur. En þegar vorum ung. Nei, en ok. Hvað er það að geta ekki staðið við orð sín? Ef ég legg þetta inn í það sem ég var að hugsa í gær, sem eitthvað svona tæki fyrir mig. Ef einhver er alltaf, nú er ég bara að hugsa, ef einhver er alltaf að svíkjast undan, segist alltaf að gera eitthvað en gerir það ekki. Hvað hefur hann þá, hvað hefur honum þá skort? Að einhver hafi ekki gert fyrir hann eða staðið við það sem hann sagðist alltaf að gera fyrir hann. Já, hann hefur skort það að geta treyst. Já. Hann kann ekki að treysta, hann skilur ekki hvað traust er. Já. Og þá á hann erfitt með að vera traustins verður. Já. Skilur við. Já. Og þá þarf hann að æfa sig í því. Sérstaklega. Já. Að treysta. Já. Treysta sér. Já, að treysta öðrum. Já. Skilur við. Því að leið og þú treystir öðrum, þá ertu líka að næra þessa tilfinningu traust í þér. Eða þá ertu að vinna upp gegn þessum skorti og traust í þér. Með því bara að þora að treysta. Já. Skilur við. Þetta er eins og að þora að elska. Að þora að, þú veist, á þess þú haldir að þú tapir við það. Skilur við. Jeps. Af því meira sem þú þorir að gera einhverju, því meira öðlast af því. Ég held að sé alveg þannig. Ég spyr pendulinn, á Steina að henda þessari bók? Nei? Nei, en spurði hann líka. Já. Á Steina að lesa meira af Confuciusi? Já. Heyrðu. Hvað er það komið? Þú ætti að lesa þess meira í Confuciusi? Já, en mér var svo gaman þegar þú varst að lesa hann. Já. Þú barst einhvern veginn svo vel fram eitthvað kínverskt nafn og þú sagði, vá hvað Dóri góði kínverskt. Já, nú veistu það um mig. Ég er ógeðslega góð í kínversku. Svona komum við hver annari, ennþá á óvart. Veistu það, Dóra, ég fór að þekkja því frá því að krakki, ég hafði ekki hugmynd hvað þú verið góð í kínversku.